Komið sæl og verið velkomin í samræði listamannalaunin við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og hjá mér eru góðir gestir. Það Hermann Stefánsson, rithöfundur, og Hulda Rós Guðnadóttir, myndlistakona. Hún á tölvuskjánum, hún í Berlín stödd. Takk fyrir að vera með okkur hérna. Og við ætlum að, þótt að sé teknilega kannski pínulítið skrítið að vera sumir á tölvuskjá og aðrir í stúdíói, þá vitum við hvort við getum ekki samt rætt aðeins þetta mál sem svona dálítið hitamál núna, eins og við vitum að þá svo bara hverfur það svona inn í jólaundirbúningin, þannig að það ágætt að nota tækifærið og ræða það pínulítið meðan það svona, meðan það heitt. Þú skrifaði nú dálítið magnaða færslu, Hulda Rós, á Facebook, þar sem þú ert að gera grein fyrir því opinskátt hvað þú varst fyrir miklum vonbrigðum að fá ekki neina úthlutun þetta árið, að þú ert með stórar sýningar, 2 eða 3 stórar sýningar í bígerð, mjög metnaðarfullar í alþjóðlega viðurkenndum sýningarstöðum, ert ekki líka stunda sýningarstjórn og gefa út bókverk og allt svoleiðis. Hvað fannst þér rökstuðningurinn sem þú fékkst vera eitthvað kjánalegur í þessu sambandi? Ég var nú ekki sérstaklega tala fyrir mig. Ég hef nú ekki sagt mikið, en það minna fjármagn í boði heldur en allir þeir sem ég skilið vegna sinna vinnu eða gæða að fá, eins og bara alltaf. En það sem sló mig og fleira fólk var ummælin sem komu með höfninni. Þau voru mjög undarleg. Þau flokkuðust eiginlega í tvennt. Eitt annað var einhvers konar dómur, eða svona eins og hefur verið yfirferð á listrænt gildi eða einhvers konar galli við ferilinn. Og hitt var hreinlega eins og ég fékk, voru eiginlega rök fyrir því að fá styrk. En þannig að það var ekkert samhengi milli næstu setningar sem var höfnin og þessar setningar. Þannig að eftirgjöfin var ekki fagleg og hún var ekki sambærileg eftirgjöf sem fast frá sambærilegum sjóðum erlendis. Og við höfum kallað eftir þessu lengi að fá eftirgjöf til þess að fólk geti áttað sig á, það sem að gegsa geti áttað sig á okkur ekki fá styrki. Eftirgjöf, ertu þá að tala eftirgjöf þýðir þessi umsögn eða þetta sem sagt þessi eftirgjöf, þar að segja frá þeim sem að þú ert að sækja til, gefur einhvers konar rökstyður niðurstöðu sína. Endurgjöf kannski. Endurgjöf, já, fyrirgjöf, endurgjöf. Búin að vera ólengi hérna í Þýskalandi. Íslenskan að fara, en hérna, já, það búið að berjast fyrir þessu í einhvern tíma. Ég hef haft aðeins svona fréttir að í öðru kóru að meðalans beðnum að taka þátt, en ég gerði það nú ekki í þessari baráttu, en ég sá þarna samhengja milli að þetta hlýtur að vera svörun við því að fólk var að biðja að fá einhvers konar rök fyrir því að hverju var ekki fá styrk. Venjulega það til þess að fólk geti hreinlega bara bætt sína umsögn og séð hvað það að gera vitlaust, vegna þess að þetta allavega í miðjuflokknum, það ekki við nýlega kannski, en í miðjuflokknum þá þetta fólk sem á langa feril og hefur alls konar viðurkenningar og með mjög breiða viðurkenningu á sínum störfum og getur varla talist ekki nógu góði listamenn til þess að fá laun fyrir sína vinnu. Þannig að það var nú helsta Svo árið 2022 þá var gefin út svona matskvarði umsókna sem var búið að kalla eftir lengi, einmitt líka til að auka gegnsæi. Og hérna, já, þessi umsögn lítur svolítið út fyrir að vera svona misskilningur á svona í fljótu bragði. Nú voru sumir að segja að þetta væri
sko þetta hlyti bara að vera gervigreindartexti, hann væri svo einhvern veginn furðulega samansettur og svo var einhver að tala að rekja það til einstakra listfræðinga og svona búið að eiginlega greina málflutning listfræðinga í viðtölum og svo leys af gervigreind. Já, þetta mjög áhugavert með gervigreindina því að hún mikið notuð listamenn hefur hræddu gervigreind og allt það sko með gervigreind ég verð að viðurkenna, ég fekk að kíkja á nokkur ummæli og ég þekki gervigreind bara frekar vel og hvernig sko gervigreind þetta ChatGPT allan, þú matar það fer að þekkja þig, það með ákveðna orðræðu, það ákveðni hlutir sem gervigreindin bara skilur ekki og alls konar núansar, ef við viljum að tala ensku og svona hlutir sem eru algjör tabú eða no, hún líka miklu meira svona allan í myndlistinni og tungumáli sem hún notar oft bara ekki við hæfi, það svona meira í markas setningar áttunni þannig að þeir sem þekkja til geta komið auga á þetta að líklega hefur gervigreind verið notuð. Ég ætla samt ekki að hella dóm á það hvort að það hefur gert ekki. Ég var stórlega að gervigreind hefur verið notuð til þess að fara yfir umsóknir. Það getur bara ekki verið. En það svona einkennileg próf sem gervigreind fellur á eins og ef maður spyr hana hvað mörg í strawberry og getur hún ekki svara því þarf 7 gísk til að komast að því nema ég sé búin að eyðileggja þetta ég leiðrétt hana og hún kom með rétt svar en fólk hefur verið að gamna sig þetta Já, það væri náttúrulega svolítið áfellisdómur yfir dómnefndirnar ef að kemist upp að þær notuðu gervigreind til þess að finna út listrænt gildi umsóknar sko. Væri það ekki bara skref fram á við fram í þessu höfum bara gervigreind í þessu? Já, ég nú já, sko eins og ég sagði í þessari hvað villu ég fer aldrei á Facebook, ég tala aldrei á Facebook lengur en ég bara gat ekki orðabundist en fyrst þá einhvern veginn mér fyrst að niðurstaða eftir einhverja umhugsun í nokkra klukkutíma að hafa skoðað þetta var að nefndarmenn hefðu aðeins miskilið hvers konar eftirgjöf væri verið að leita eftir en svo fór ég svona aðeins að skoða betur þetta verk matskvarðan og þetta einn matskvarði fyrir alla listgreinar og ég held að sé svona þú veist ég held að það kannski séu mistök það til dæmis í myndlist sem ég þekki best ég þekki bæði myndlist og kvikmyndagerð en er ekki í kvikmyndasjóði það ekki einmitt svona endurgjöf og fólk ræðir umsókn sína við kvikmyndasjóð, ég þekki ekki. Já, ég hef fengið höfnunar endurgjöf frá kvikmyndasjóði, bara frekar nýlega og akkurat að standa því núna. Það því bara bent á einhverja svona leiðir eða hvað? Kvikmyndagerð og myndlist að mörgu leyti mjög ólíkt. En já, þá manni bent á hvað maður að gera til að bæta næstu umsókn og hvatu til að sækja aftur. Nákvæmlega. Og það sem að mér finnst sko við það að maður náttúrulega það að þetta eru skattpenningar almennings. Þannig að þeir sem sitja í nefndinni eða eru ábyrgir fyrir því, í mínu tilfelli þá ég þegar búin að fá styrki í verkefnið fyrir þróun á kvikmynd og það eru talsverðir peningar og það ábyrgð bæði mín og nefndar að reyna að gera allt til þess að þetta verkefni sem þegar skattpenningur almennings búin að fara í verði að veruleika. Það þarf ekki að vera eitthvað svona leikur á milli, það ekki hagsmunir almennings. Ég hef sett það mikilvægt atriði. En ég tek eftir í þessi matskvarða að 50% sko
þá nefndar aðili í nefnd, hann settur í það að gefa hvort að hann getur metið hvort að verkefni sé áhugavert, vel skilgreint eða hefur listrænt gildi. Persónlega það sem ólíkt með kvikmyndagerð og myndlist. Í myndlist þá var mjög mikil áhersla lögð að þú sért með verkefni sem verið að fara að sýna. Þú færð ekki styrki til þróunar eða gerð nýra verka eða neitt. Það yfirleitt bara á lokametrónum þú ert að setja sýningu. Þetta eru aðilar, það í miðju, þetta fólk sem búið að vinna í 10-20 ár. Þá búið að vera mjög mikið mat. Viðkomandi að fá tækifæri til að sýna á safni sem hefur starfað í áratugi í, segjum, Vínarborg eða eitthvað annars staðar. Og ég veit ekki hvort að það endilega ætti að vera hlutverk svona nefndar sem að fá í hendunar að einhver annar búin að leggja það mat á listrænt gildi og að fara að sýna þessi verk. Akkur ég taka sér það að skjóta niður. Í staði fyrir myndi til dæmis með myndlist að það hægt að leita upplýsinga og það eru ákveðnir kvarðar eða mælitæki sem mæla gildi stofnana, gildi listasafna, gildi sýningarstaða. Það þetta setja það mjög auðvitað í eitthvað svona punktakerfi. Þetta fyrir að sýna á safni í Hollandi sem hefur verið til í áratugi og það til bara gagnasöfnum þar sem að þetta safn sett í ákveðin kvarða yfir gæði og gildi og hvað mikilvægt það En var sem sé ákall frá myndlistamannum þessa endurgjöf? Frá sumum myndlistamannum, kannski ekki öllum, en já, endurgjöf vegna þess að það hefur ekki verið gegnsæi og fólk kannski að fara að sýna á okkur mikilvægur safni hefur ekki fengið styrk á meðan einhver annar aðili sem að fara að sýna í litlu herbeggi einhvers staðar í hálftíma fjarlægð frá næstu almenningssamgöngum á stað sem enginn hefur heyrt að fá hort af. Þetta hefur verið svo mikið, þetta hefur verið svo óskiljanlegt. Þess vegna hefur fólk viljað fá endurgjöf meðal annars, það líka aðrir þættir. En það enginn þeirra skoðunar að það sé bara misráðið að vera með einhverjar umsagnir vegna þess að nú þetta mjög ólíkt á milli myndlistar og skáldskapara en hvort vegja undanþegið upplýsingalögum þannig að ekki svolítið skrítið að vera með batteri sem undanskilið upplýsingalögum og að vera samt með upplýsingagjöf eða hvað? Fyrstilega ætti það bara ekki vera undanþegið upplýsingar. Við leggjum mjög miklu vinnu í þetta. Við eigum að skilið að fá að vita af hverju við fengum ekki styrk og við eigum skilið að hafa gegnsæi, það bara lýðræðislegt. Af hverju ætti að vera undanþegið. Það líka taka til að listgreinar eru ólíkar. En samt sem áður, ég ekki að segja að ég vilja hafa þetta svona í myndlist. Ég myndi gjarnan vilja að myndlistamenn fengju styrki til að þróa ný verk og vinna í friði á vinnustöðu á þess að vera sífellt að unga út sýningum. Það ekkert endilega best fyrir alla myndlist. Myndlist snýst ekki út á það, hún snýst ekki það að búa til sýningar. Það misskilningur. En mér finnst þetta nú ekki kannski svo ólíkt eins og þeir að segja þetta sé mjög ólík svið. Jú, vissulega eru þau ólík en spurningin það hvort eigi að dæma það eftir einhverjum tæknilegu eins og þú segja það væri til dæmis hægt að nota gervigreindin í það að meta sýningarstæði og annað, þar var hægt að nota eitthvað tæknilega kvarða og svoleiðis og rithöfundar hafa kallað eftir því að væri að sé sem sagt þeir séu látnir vita ef það eru bara hreinir formgallar á umsókninni og Einar Kárason til dæmis gagnrýndi það mjög mikið að það væri eiginlega bara þeir núna sem að fengju styrk sem væri góðir að gera umsóknirnar sjálfar eða fatta og þar með unga fólki kannski frekar sem áttar sig á þessu stranga umsóknarformi og hvernig á að tala sín eigin verk og svoleiðis og þannig að beiðnin var svolítið þessi matskvarði held ég kæmi sem einhvers konar rökstuðningur
það hvort það væru formgallar á umsókninni, hvort það væri vegna tafa, hvort það væri vegna einhver svona sem sagt rökstuðningur. Ég hugsa að fólk hafi kallað eftir sko allt öðru en því að það kemur svona eins og mat á listrænu gildi. Eða heildarferli fólks, það er nú ekki hjá rithöfundum neitt svona eins og maður hefur heyrt myndlistinni, og ég meinti kannski ekki að formin væru ólík, heldur eru úthlutunar nefndir starfa eftir svona ólíkum venjum. Það er ekki til siðs almennt hefur ekki verið til siðs hjá rithöfundum, sem er bara mjög algengt hjá myndlistamönnum, að fara úr ári niður í 0. Það gerir það bara oft, myndlistamenn, er mér sagt. En ég held að ég sé eini maðurinn, íslenski rithöfundurinn, sem hefur farið úr 12 mánuðum niður í 0. Yfirleitt er svona, þú veist, það er svona ákveðin kurteisi, sko. Þannig að vekur svolítið athygli þegar Elísabet Jökulsdóttir fer úr 9 mánuðum niður í 0. Það er svona hefðbundna leiðin hefur verið að þá allan að fyrst 3 svo fólk geti leitað sér að vinnu eða svona. Já, þannig er ekkert öryggi í þessu, það vita allir, og þetta er náttúrulega ekki, þetta er svona óörugustu tekjur bara sem að eiginlega hægt að hugsa sér, jafnvel þótt að menn hafi fengið kannski einhver skipti, þá er bara ekki, þá er engan háttakt að gera ráð fyrir því. Nei, einmitt. Og ekki með neinu, sérstaklega ekki með neinu röklegum, og það er það sem held ég listafólk í öllum greinum er að kalla eftir, hvort það sé hægt að hafa á einhvern hátt eitthvað sem sagt sé skynsamlegt, eða þannig að mann geti svona. Það var náttúrulega allt mjög opninskátt hérna þegar í eldald gamla daga, þegar Alþingi fór með úthlutunarvaldið, það var bara listastyrkir Alþingis, og þá er það bara rætt, og ég hef lesið talsveit að þessu. Þorsteinn Erlingsson færi aldrei neitt, og það er alveg ljóst að það er vegna þess að vera refsonum fyrir að vera guðleysingi og róttæklingur. Einar Jónsson fær alltaf fullt hús, það er líka hugmyndafræðilegt. Síðan er bara umræður á pöllum úr pontu Alþingis hvort þessi listamaður sé asni og hversu mikill asni hann sé og þar frá til götunum. Þetta er bara svona, eða var bara svona. En sko matið núna er akkurat á þessu nótum. Það er bara manneski sem vinni marga áratugi er að fara að setja upp, þú veist, risasýningu safni í Jóhannesborg, vinna hennar, og hún starfa við mjög hefðbundna miðelsast málverkið, að það sé ekki listrænt. Sko, ég held að þessi matskvarði þurfa að ræða, og þetta 50% vald, það gefur þessi nefnd á að vera stuðningsnefnd, ekki sko, ég meina allan í myndlist, þetta á ekki að vera þannig að nefndin skýtur niður þar sem að sko aðrir aðilar í hennum alþjóðlega listheimi eru að gefa plattform eða vettvang, aðilar sem hafa miklu stórkostlegri kannski feril sjálfur heldur en nefndarmenn. Það verður að brjóta niður og vinna móti allavega íslensku myndlistinni í held með því að gera það. Ég er ekki að segja að þú veist, allir sem fengu starfslaunin eru vel að þessum starfslaunum komin algjörlega. Nei, ég sé það ekki. Ég veit ekki, ég er ekki með lista, en ég efast ekki það að, þú veist, ég er ekki að fara að Listi birtist opinberlega í morgun, sko. Já, ég er að undirbúa sýningu. Þetta er í fyrsta sinn sem er svona 2 lotur af rifrildi listamannalaunin. Fyrri lota er út af nýjum rökstuðningi sem kemur manni svona sérstaklega í myndlista heiminum svolítið spánst fyrir sjónir. Og maður spyr, ég hef ekki heyrt neitt í hjá rithöfundum sem er svoleiðis að bara, en þetta er svona. Já, og síðan
þetta svolítið sérstætt og síðan það hefur þetta orðið verið þróun í þessum sjóðum bara frá 1980 og eitthvað eða 90 og eitthvað. Það var alltaf þannig hér áður að ef þú sóttir listamannalaun þá þurftir að skila inn skattframtali með listamannalaunum en með aukinni frjálshyggju tímans og þá það löngu horfið og en tilgangurinn var þá sá það ákveðin svona jöfnunar jöfnunar hugsjón að þeir sem hafa kappnóga tekjum til fyrir sína list þeir fá þá síður opinbera styrk og það heitir eiginlega bara ábyrg meðhöndlun og opinberu fé en flestir, þú veist Ragnar Kjartansson ekkert að sækja fyrir myndlist og myndi ekki að gera það vegna þess að hann bara það vil staddur. Nei, svo var munið þegar Ólafur Jóhann sem hafði verið forstjóri í stórfyrirtæki og ekki þekktur fyrir neina fátækt, hann sótti og var leiður að fá ekki því þá var þetta svona eins og hann talaði með ef ég man rétt, þá var það svona eins og þetta væri einmitt dómur gildi skiljið að það að fá vera á listanum væri svona bókmenntalegt heilbrigðisvottorð. Já, heilbrigðisvottorð og þess vegna svo skrítið og þá var einmitt rætt það, þetta væri alls ekki það, þetta væri einmitt frekar svona félagslegt jöfnunartæki fjárhagslegt til þess að og einhver leiti byggist á mati að einhver sé að standa sig og þú veist að það mat það ef þú segist alltaf að gera þetta og að þú gerir það þá og svoleiðis. Já, og svo líka ég hef einhvern tímann talað við mann sem var í nefnd fyrir langa og hann þú veist, það kemur margt inn í þetta og þarna var hann með mann sem hann áleit mjög góðan listamann en hafði rosalega mikla tekjur af akkursvinnu, erfiðisvinnu og þá var líka spurning allar hann að dæma hann til að vera í þessari akkursvinnu eða veit honum frelsi til þess að stunda list sína þannig að hann gerir kannski ekki mikið af því meðan hann að strita Já, en ég get nefnt sem dæmi ég þekki kollegótum allan heim í Belgíu til dæmis þá þarf að sýna fram á bara við nefnt að þú sért aktífur og starfandi listamaður og ef þú tekst að sýna fram á það þá færðu það sem heitir listamanna atvinnuleysisbætur þegar þú ert ekki fá beinar tekjur af þinni list. Það eru til alls konar kerfi og það sem við talum um jöfnunar auðvitað átt að vera það þetta á ekki að vera eitthvað konar dómnum þetta á að vera til þess að skapa jöfn tækifæri. Það mjög mikilvægt í flestum listgreinum ef að lista á að vera eitthvað konar þáttakandi lýðræði að það fari ekki eftir þínum baklandi eða bakgrunni hvort það getur skapa list eða ekki. Og það mikið vandamál í allavega myndlist að yfirleitt þetta fólk með gott bakland og það ástæða fyrir að geta stunda myndlist og þá ég að tala í alþjóðarsamhengi. Listamannalaun eins og við höfum það ekki út allan heim. Þetta einkenni á velferðarsamfélagi, þetta einkenni á okkur ákveðnu hugsun að við viljum fá list frá fólki sem þú veist úr efnahagslega sammála það að þannig eigið að vera og það sé ekkert að verða ekkert farið að leggja þetta niður eða neitt slíkt en þetta náttúrulega fór frá ráðuneytinu yfir til Rannís og þar með breytist umsóknarferlið svona smám saman úr áður var maður spurður ef þú fengir ekki listamannalaun gætur þú þá stunda listina það ekkert svo langt síðan það var en sá vinkill hefur smá þurrkast út þessi svona hvað maður segja efnahagspólitíski vinkill og það sem Einar, Kára og fleiri kvarta yfir að þetta kannski spurningum ákveðin spurningum hæfni í skrifræði og þetta mjög svolítið við eins og fræðigreinar eru unnar og getur gert miklu öruggari tíma áætlun í fræðigrein heldur
heldur en í listaverki, vegna þess að mikill hluti af listaverkinu getur farið í það að þú liggur á bakinu og í sófa og ert að hugsa og velta fyrir þér einhverju og þú veit kannski því gengur allan daginn og hugsaður eitthvað og síðan færði einhverja hugmyndi allt í einu og þá streymir eitthvað fram sem gerist ekkert svo mikið í fræðum. Það er munur á fræðum og auðvitað eru þið skild og allt það, en það er talsverður munur og sumir bara hafa sum skáld hafa bara enga analýsu í sér, eru bara púra lýrik út í gegn og það er ekki líklegt að þeir séu mjög flinkir í að skrifa umsóknir eða bara hafa eins og geð í sér til þess. Það er náttúrulega líka fræðasamfélagið eða svona þetta styrkja kerfi farið að færast eiginlega fjær hugvísindunum aftur. Þannig að það er komið alltaf aftur út í þetta svona að einhver excellence eða að þú að sýna fram á einhverja fyrirtagshæfni og samkeppnishæfni raunverulega og það segja náttúrulega margir að ég veit ekki, listamannlaunin jafnvel séu komin nær markaðspælingunum aftur sem að þau raunverulega áttu listamannalaunin eru í grunninn hugsjón að spyrna á móti markaðspælingunni af því að það veit allir að við viljum ekki bara hafa listaheim og bókmyndir sem að stýrist bara markaðs eftirspurn og þá þetta tækifæri til þess og Norðmenn, það kom hérna á mjög merkilegan fund sem rithöfundasambandið hélt daginn formaður rithöfundasambandsins í Noregi sem var að lýsa því einmitt hvernig bókmenntasjóðurinn er notaður og hvernig beinlínis og hvernig launin þar eru uppbyggð. Þetta miklu meira svona eins og borgaralaun eða hugsað sem fyrir þá sem vilja og til þess að styðja þá sem vilja og alls ekki í þessu mati á það hvort að þú selur vel eða nýtur mikillar velgengni eða fær verðlaun yfirleitt eða eitthvað en er það ekki okkar mat þetta allavega það skuli vera svona þessar umsagnir núna þær eru í einhvern veginn okkar mati held ég flestra svona þeir eru ekki góða átt maður getur ímyndað sér að þeir sem voru að skrifa þessar umsagnir hafa virkilega vandað sig ég bara sé fyrir mér verið í nefnd og þú ert beðin getur metið feril þessara manneskju og þú átt að gera það í fjórum setningum þetta ekkert smávegis erfitt verkefni og kannski ekkert við þetta fólk að sakast þau hafa gert það bestu getur. Ég skil vel að það vilji rökstyðja málsitt þá hefur allan tíð kvalist fyrir að mega ekki rökstyðja málsitt en síðan kannski það ekkert betra að einhver pennaglöp verða til þess að vega að einhverju manneskju að ósekju það er bara það er misráðið bara held ég. Ég held það ég held þetta númer 2 í mannskörunum hann með fyrir listamanns eitthvað sem hangið inn í 20 ár helgans í listinni, sýnt að fullt af söfnum og alls konar sýningarstöðum hann ætti að fá þessi 30%. Það eru 2 sénsar hana það er líka gert ráð fyrir listamenn að hasla sér völl með áhugaverðu umsókn þetta er gert fyrir nýlegana svo þeir hafa ekki 0 í þessi 30% lið svo verk á tímaáætlun þú getur ekki starfað og sýnt og ef þú getur ekki gert verkaða tímaáætlun í vinnuðina hvort sem hún gerði huganum eða þetta er heilmikil production að halda stóra sýningar þannig að ég held það sem að þessar umsagnir komu mest út voru þetta númer 1 þessi 50% sem það er búið að gefa fólki í nefnd það verkefni að meta listrænt gildi og dæma eða fyrst áhugavert ekki ég veit ekki núna hef ég þetta með starfar sem myndlistar gagnrýnir í Morgunblaðinu ég tók mér ekki þetta vald mér finnst það bara gamaldags En ég segi það líka saman sem kennari ég hef unnið sem ritlistakennari í háskólanum og þá datt mér ekki í huga að fara eitthvað neginn að gefa einhvern fyrir það hvort þetta væri svona hátt listrænt gildi eða einhverjum listrænum gæðum. Já, akkur trúir enginn lengur á listrænt gildi? Er það ekki svolítið skrítið? Á hvað trúum við þá? Ef við trúum ekki á listrænt gildi? Postmodernismin fór með það er ekki til neitt sem heitir listrænt gildi og kemur Umberto Eco með sína bækur sem eru bæði góðar og
og með listrænt gildi Jú, en við kannski bara trúum því að Dan Brown og eitthvað svona. Ég ekki samanlega að maður trúi ekki á listrænt gildi, ég held að maður trúi alveg á listrænt gildi en bara hver að fara að meta það sko, maður vill ekki að einhver markaður meta það, maður vill ekki að einhver einn kennari bara því að hann í þannig skapi að hann sé að meta það, ég vil ekki taka mér það vald og hún Hulda Rós sem gagnrýnandi vildi ekki taka sér það vald þau í Kiljunni til dæmis taka sér oft þetta, já þetta nú misefni, þetta hefði nú mátt vera styttra og eitthvað svona en þau alveg óhikað að ræða hérna, en af hverju til dæmis Hulda Rós vildir þú ekki, hvað var það þá sem að þú mast sem gagnrýnandi? Mér fannst mitt hlutverk meira að taka verkið að sýningunum til umfjöllunar ég líka mjög málið að ég held að listræn akkur við vitum núna og hefur verið mikið að ræða það undanfarna áratugi að þetta snillingur eða þetta eina listræna gildi eða eitthvað svona mælikvarði hvað sé gott og hvað sé slæmt það kemur, þú veist ég meina við vitum núna að það er alls konar gildi, alls konar fólk með alls konar bakgrunn hver ég er einhver hvít kona hérna ég meina ég hef ákveðið gildi, ég hef ákveðin smekk ég sé ekki allt sem einhver annar með annan bakgrunn sér hvernig viðkomandi metur kannski með sömu menntun ég reynslu en einhver skonar annar bakgrunn betur hlutneknin örvísi Það kannski fer því hvað stöðu maður þegar maður leggur mat á listrænt gildi eða hvar maður stendur hvort maður í einhverjum nefnd eða hvort maður gagnrýnandi ef maður gagnrýnandi þá alveg hægt bara að leggja sína einn fagurfræði á borðið segja svona vil ég að góða bækur séu og þetta finnst mér drasl og þetta finnst mér og það getur bara ég verið að hugsa og ætla að skrifa grein ákveðið mál með Thor Williamsinni þar sem hann var dæmdur fyrir meiðyrði sem hann væri ekki í dag fullir ég ummælinn Kristmann Guðmundsson kærðan og hann sagði sem svona það heit Sirpa, þetta var svona ritstjóra spjall í tímaritunum Birtingi og hann sagði að láta þannan mann, þar að Kristmann fá hæstu listamannalaun Alþingis jafnast á við að hrækja framan í alla alvöru listamenn þjóðarinnar og spræna svo yfir þjóðina. Jöfusins kjaftur. Þetta var illa sagt. Já, ég veit ekki. Þetta væri ekki, hann myndi vinna málið í dag. Hann Thor, ég fullir það. Þetta gildisdómur. Hann að segja að honum finnist þetta. Hann ekki að fullir það að allir aðri að þetta sé fræðileg staðreynd eða eitthvað hann ekki að saka neitt glæpsamlegt að það hafi verið en þetta bara mjög algengt að það koma svona mál fyrir dómstóla á Íslandi og það nauðgara og ekki nauðgara og það bara það ekki sakfellt fyrir að einhver segja ofnbærlega þú ert nú meira helvitis nauðgara grípið þannig það gildisdómur það ekki fullyrðing staðarinn En þetta var náttúrulega pólitík líka á sínum tíma milli Kristmanns og Thors og hérna það var nú svolítið í eða því áður en við hættum þá hérna var nú aðeins talað það fór á samfélagsmiðlum rætt að þetta væri svona kannski eitt af þessu eitt af mælikvarðanum væri það hvort þetta væri bókmenntir í tilviki var verið að ræða bókmenntir sem að við héldu einhverju valdastofnun menningarinnar væri svona þóknanlegar eða þannig svona væri pólitískt þóknanlegar á eitthvað nátt Þú ert að tala Halldór Ármann Já, Halldór Ármann segir það og hérna og einhver rithöfundar einmitt spurðu bara ég skil ekki hvernig það sem ég hef skrifað sé eitthvað til þess að halda við valdastruktúrnum þótt ég hafi fengið laun þannig þetta er svona svolítið þetta er allt svona frekar erfið og viðkvæm umræða og það sem ég ætlaði líka að segja ef að maður er ekki með neitt listrænt gildi á þá bara með þetta metnað árangur
Þannig þetta í hlutarins eðli bara erfitt að meta en það ekki málið bara að matskvarðin sé allavega til umræðu þá og sé þá opinber eða sé okkur ljós. Er það ekki málið svolítið? Það kannski svo breyting orðið líka síðan fólki fór fram á skattframtal og allt það að þjóðinni hefur fjölgað og rithöfundum hefur fjölgað og það ekki vinnandi vegur að lesa allar íslenska bækur sem kom út það ekki hægt þannig að og kannski þess vegna hefur áherslan færst yfir á umsókn og slíkt meira en þú veist í Bretlandi kæruleið eins og bara í flestum stofnunum við mannaráðningar og slíkt að þú getur einhver annar ráðinn í stöðu sem þú álítur þig hæfari til þá kæruleið og það líka í breska listamannalaunakerfinu ég þekki konu sem vann við á skrifstofu sem tók við kærum frá rithöfundum og kannski ég skrifa einhvern smásögum það er líka á Íslandi þú getur kært niðurstöðu kvikmyndasjóðs já en ekki listamannalauna núna eru kvikmyndahöfundar líka komnir inn í listamannalaun en ég að segja kvikmyndilist eða veit ekki, kannski ekki sammála því en ég myndi halda að þetta var líka í íslensku En það kannski núna eru fólk byrjað að láta heyra meira í sér og svoleiðis en áður var þetta náttúrulega bara fólk eiginlega skamma sér einmitt eins og þetta væri bara einhver umsögn frá einhverjum miklu meisturum og menn bara skömmuðu sín ef þau fengu höfnun sko. Já, maður skamma sér líka ef maður fær úthlutun. Það tóm sektarkennt. Já, það líka sektarkennt. En ég veit það ekki, núna, þú veist, við erum komið miklu lengur en við vorum. Ég meina það fullt af íslenskum listamennum, allavega í myndlist og líka rithöfundar sem það var lotið heilmikla viðurkenningu erlendis. Þannig að kannski hefur, því við talum ykkur skamma þá ekki ég held að ekki þessu fólki líði eins og hérna þessi dómur þessara nefndar sé, þú veist að þú hefur fengið svo mörg göttutækifæri það svo margir aðrir að veita þér athygli að þeir hafa ekki þetta vald yfir þér. En hvað finnst þér þetta, Hulda Rós, hvað finnst þér þetta sem að Halldór Armand var að segja og kannski tóka einhver litil baki, ég veit það ekki að þetta væri svona svolítið erfitt að komast í náðina, þetta væri svona einhvers konar elíta sem væri frekar líklega til þess að fá ef ég umorða hans gagnrýni. Ég reyndar hann að ég sá að eitthvað hafi verið að skrifa, ég bara hef ekki haft tíma til að kíkja á það, ég veit ekki hvernig hann orðaði það en alltaf lést það, ég hef heyrt að þetta er skemmtilegt en ég veit það ekki, ég minna svona stór styrktar stofnunir eins og starfslaunasjóður lítur að vera einhverju leyti íhaldsamur. Svona sögulega séð meikar alveg sens að stærsta og íhaldsamasta fjármögnunarstofnun samfélags sé kannski ekki alveg að styrkja, komur að segja, avantgarde sem verður síðan meira svona afsækja enskunum mína. Framúrstefnuna, já. Framúrstefnuna og hérna sem verður meira svona established eða meira svona viðkennt setna og kannski með listrænt gildi, kannski er þetta að segja eitthvað svona það er ekki hlutverk starfslaunasjóðs að hérna eitthvað, en ég minna að þú veist allan í myndlist þá ætti hérna, því það sem er að marka, gengur vel að marka yfirleitt það sem er orðið svolítið svona viðtekið, það er ekki beint það sem að drífur það er kannski áhugavert, það er ekki það sem að drífur þróun í myndlist áfram, það er ekki það sem er að seljast besta markaði það er alls konar element í gangi, ég held að þessi reyndar ekki að spá neitt í því en það held ég bara ég veit ekki það er teljandi fingrum annara handar hverjir lifa á sölu myndlistar þú veist, það er ekki fyrirbæri sem er ná stórt til að vera umræðuhæft Viðurkenndasti og mest seldi höfundur Frakklands á 19. öld hét Jules Renard og hann átti þegar ágætu orð
ég veit að þeir bestu verði ekki frægir fyrir eftir dauðan en ég ekkert bestur, þannig ég vil bara fá viðurkenningu strax og hann fekk það en hann alveg steingleymdur núna engin mann konur kvenlistamenn tala mikið þetta og það mjög mikið vera að uppgöta konur í myndlist þá best að vera dauður þá ertu auðveldast sérleg að því það komið allt það sem þú munt gera yfir æfina þá þetta setið í einhvern svona markas svona fast en og það verður uppgöta kvenlistamenn mjög seint það eru nýraðar helst oft hvað ég segja Hólm var reyndar fyrst til þess að fá laun frá Alþingi og seldist vel og var góður rithöfundur þetta rosa mismunandi. En þarna kemur líka ef það framúrstefna og kannski gagnrýni á kerfin og þannig að þá það kannski fer eftir tímabilum hvort að það í tísku eða ekki að vera þannig höfundur eða listamaður en allavega ættu listamannalaun að viðurkenna slíkt athæfi sérstaklega ef að markaður viðurkennað ekki það ættur að vera finnst mér mér finnst að listamannalaunin þurfa að vera metnaðarfull að vera andspyrna við markaðslögmáli sem þá í rauninni algjörlega fyrir ég taka þú segir já og þá eins og Hermann segir þá hangar hann okkur á því þá það náttúrulega ákveðið listrænt gildi ef maður komið hérna tilraunamennskuna og gagnrýni en mér veist ekki bara ef eitthvað tilraunamennska einmitt það alls ekki, það bara kannski fjölbreytnin að það sé líka þannig að því markaðurinn hefur tilhneigingu til þess að búa til sinn fjölbreytta pakka en hann staðlast mjög hratt þannig að það svona boðið upp á sitt lítið að hverju en það mjög staðlað þannig að einhver svona matskvarði í listamannalaunum finnst manni að eigi að opna fyrir miklu meiri fjölbreytileika Já, það má kannski segja einbreytingin núna í ára það eru þessi rökdöningur og það allt og svo komin áhersla hjá stjórn listamannalauna nýliðun þannig að þessir sem það alveg slatti af fólki þarna á listanum sem ég kíkti á bara í morgun sem fær 3 mánuði og hafa ekki gefið út bækur sem gerðist ekki árið 2000 eða 2010 Þetta fannst mér gaman, ég hef fengið laun hef þegið laun og listamannalaun og einmitt fekk ekki núna og mér fannst það bara eðlilegt að það væri það bara ég var búin að fá mitt og hleypa einhverjum öðrum að Mér finnst þessi nýliðunar sem búið að festa 7% ára 10% til 8 þetta alveg nauðsynlegt og það var búið að byggja í myndlistinni það annars þar á Norðurlöndum svona flokkar þannig þú ert ekki að keppa við þessi nýliði við manneski sem er búin að vera starfandi 20 ára það bara ekki sem mælikvarðar sem eiga við báðar manneskjur Ég kannast við rithöfund sem sagði að nýliðarnir ættu bara að gera eins og hann svelta til fertugs og fá þá og já, ég veit ekki nýliðin auðvitað mikilvæg en það má velta því fyrir sér hvað 3 mánuðir gera mikið fyrir eitt bókmenntaverk, skáldverk kannski ekki mjög mikið Þetta svolítið erfitt með þessi 3 mánuður, 6 mánuður og svona tímabundna og svo eins og manni fannst þetta nú góðar tekjur svona áttaði maður þetta voru kannski ekki svo góðar tekjur ef þetta því maður borgar auðvitað töluverðan skatt af og að þá þarf maður að vinna eitthvað annað með og það ofið þessi svona störf sem að listafólk vinnur kennsla sem eru illa borguð og alls konar svona auka störf þannig að ég held að margt listafólk svona lendi í pínulitlum hamstra hjólum og öll verkefni það var engi 3 mánuður í myndlist þá ekki eftir Já, engin nýliðan sem sé Jú, ég held að nýliðanir hafa bara fengið 6 Já, ok Býtur að vera, ég meina þetta regla þessi 7%
En við allavega, við komumst ekki lengra í dag í þessari umræðu. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma stökkvum borði í umræðu listamannalaun sem að við líklega munum þurfa að ræða bara áfram. En mér finnst þess að við komist aðeins að því að þeirri niðurstöðu að þessi matskvarði, að því þú fórst að skoða hann Hulda Rós Guðnadóttir í Berlín, myndlistakona, að við þurfum kannski að vera svolítið meðvituð hennar matskvarða og ég vil að ræða handóldið og gera kröfur jáfnvel að við megum eitthvað hafa hann að segja eða hvað. Algjörlega. Það þarf að skoða þetta, það þarf að læra reynslunni, það vera að gera eitthvað nýtt og ekki skammast okkur fyrir mistökin, heldur bara áfram með smjörið og skoða þetta og gera betur næst. Já. Ég eiginlega veit ekki neitt rithöfund sem skrifar inn í matskvarða. Það einhvern veginn hljómar svona, já, það bara ákveðin störlun að vera rithöfundur og get ekki hægt að skrifa og þannig það, fólk dælur út úr sér ljóðum eða einhverju vegna þetta og það er ekki þú getur tekið hvaða hlutfall sem nýliðar, þú getur alveg tekið ljóðlist á að fá þetta og þetta þess að það ekki hversu langt verk hvers virðið það er allt öðruvís að skrifa ljóð heldur en að skrifa skáldsögu en enginn held ég með matskvarða í huganum við sköpum listar. En getur það ekki verið að matskvarðanum að listafólki sé ekki að skapa list sína inn í matskvarðan, að það sé, ég meina það væri hægt að hafa það í matskvarðanum. Já, þessi matskvarði fyrir úthlutun, matskvarðin fyrir úthlutunarnefnd til þess að gera gegnsæi, hann ekki fyrir listamenn að starfa. Kemur hann þá okkur við eða hann ekki bara eitthvað sem fólk hefur til að geta unnið vinnuna sína? Já, hann kemur okkur náttúrulega við ef hann fer að verða alls ráðandi og verður sem sagt að þú viltu þó ekkert vita hann. Við viljum ekki endilega kannski listafólki að ég ráða því hvar þeim verði en kannski þurfa beita smá þrýstingi eins og þarf oft og hann sé skynsamlegur þessi. Það má kannski segja að kerfið hafi alltaf verið svona afkastakvetjandi sem að svona ég get ekkert sagt, ég gaf út bóka ári í mörg ár en þannig að það ekki það var bara það hendaði mér en ég held að margir hafa haft á því orð að þetta sé að hvetja til mikillar framleiðslu og þegar það tekið sem dæmi að ferill einhverski slitróttur, ég meina helsta skáld, helsti rithöfundur Brasilíu gaf út eina bók ævina og svo hætti hann og gerðist bóndi og steinhissa og allir þessi velgengni allt í henni núna. Þannig að ferill hans ekkert slitróttur, hann skrifaði eina bók og hún tekið frábær og ég öfundan svolítið, það var flott að skrifa það er eitthvað kúla að skrifa eina bók og ekkert meira og vera samt svona góðsögn. En þú varst ekki alltaf á listamannalaunum þegar þú varst skrifaðar eina, þú varst svona duglegur? Nei, ég fá eins og ég segi einu sinni úr 12 mánuðum niður 0 og það hefur ekki gerst í hjá neinum öðrum svo ég veit til, ég held bara hreinlega ekki en nei, ég var náttúrulega bara byrjaði að gefa út og sóti alltaf og sóti lengi og síðan fór maður að fá eitthvað og síðan fór maður að fá meira Ég held að við þurfum að ræða þetta líka kannski einhver tilbúin að koma í viðtal sem að var að skrifa þessar umsagnir einmitt Er það löglegt? Má hann það? Nei, kannski ekki. Ég veit það ekki. Af hverju skrifaður þennan að þetta væri slítrótt og sumir meiri sem voru að byrta í rithöfundar að það hefði verið sagt að það væri bara virkilega óáhugavert þess að vera að segja. Það er bara eldur eins og spræni við þjóðina og eins og Thor sagði, sko. Já. Það er bara, ég greitt ekkert á minni umsögn. Hún sagði í rauninni þetta þetta, hér er allt upp á 12 en það er ekki til peninga fyrir 12 mánuðum þannig að þú fær 6 þannig að, Já, ok. Það var alveg sem mér, ég fekk umsögn bara sem var svo jákvæð og svo bara samt ekki
Þannig að það meikar ekki sens. En þið tala svo mikið sko það allt öðruvísi í myndlist og tala slitrótt á feril í myndlist svolítið absúrt en þess að það fréttaefni að þú farið ekki starfslaun hjá rithöfundum en í myndlist það þannig. Ég var að taka saman þegar að koma út bókina í Þýskalandi verkefni sem ég vann á 15 árum og á þessum 15 árum sem eru 180 mánuðir, þá fekk ég sko starfslaun í 42 mánuði og hluta þessu 42 mánuði fór ég að borga kostnað við að geta kostnað þriðja aðila, ekki mín laun, ekki að lifa, þannig að það er svolítið erfitt að tala slitrótt í myndlist þess að af starfslaunasjóði sem það er ekki gert ráð fyrir því að þú sért í fullu starfi og starfir ekki við neitt annað að þú fáir, það er algjör undantekning á 12 mánuði. Þú fær kannski 6 mánuði risasinnum á 7 árum. Þá sért ekki að vinna við neitt annað. Já, og fyrir utan það þá finnst mann eins og slitrótt þetta orð sem ég man ekki hvernig var haft en það almennt er eins og staðfesting á því að það sé hvatt til mikillar framleiðslu afkasta og bara meikar engan sens í mínum huga. Alltaf verið að reyna að búa bara til einhvern matskvara sem eitthvað lógíki, eitthvað tímarammi, eitthvað sé staðist við eitthvað og bara eins og í skólakerfinu alltaf verið að reyna að endur með þetta einhverna kerfi en listamenn eru dálítið það er einhver tímaskekki í þessu blessaða af því að það er engin að spyrja samherja eða bændur eða sjómenn sem fá kvóta, það er ekki hvernig þeir standa við sig en það er alltaf einhvern veginn listamenn þurfa alltaf að standa virkilega skil og sínu og ég er ekki kvart yfir því en við þurfum svolítið held ég að núna að ræða þetta til að þetta verði ekki svona sprenging á hverju ári og bara dónaskapur. Það var dregið úr fólk á móti listamannum sprengingunni en náttúrulega komin í þessar 2 lótur umsagnir annars vegar í fyrri lótu og síðan birtur svona sakamanna mynd sem þetta er svona hitlisti takið þessa, þeir fengu þetta en það er búið að auka við listamálunum, það er náttúrulega bara mjög gleðilegt. Já, var það gert, það var ekki bara millifæslun og milli skuffa. Nú var það. En ég held að við náum ekki lengur í dag Hulda Rós Guðnadóttir, myndlistakona í Berlín. Kæra þakki fyrir að vera með okkur hérna í gegnum fjarfundabúnað og Hermann Stefánsson rithöfundur. Takk fyrir að koma að Rauðaborðinu og ræða þetta mál og við höldum umræðinu áfram hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur í þessari samræðu listamannalaunin. Pétur Fjellsteð þakka ég fyrir að koma þessari tæknibombu út til ykkar og við höldum áfram við Rauðaborðið að ræða málin eftir smástund, förum í frímínútur. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.